Góðan daginn og velkomin á kynningafundi vegna uppgjörshaga á fyrsta ársfjórðungi nýs rekstrarárs 2022 til 2023 hjá okkur. Svona til minnis þá erum við að fjalla hérna mánuðina mars, apríl og maí síðastliðna, okkar sem fyrsta ársfjórðung á þessu rekstrarári og það er reyndar ánægjulegt að við erum komið með liðsauka á þessum óvenjulega rekstrarári eftir að Algerðin var skráð á markað og við bjóðum þau að sjálfsögðu velkomin. Við Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, við ætlum að fara yfir helstu niðurstöður og fréttir af högum á fjórðungnum, skiptum að vanda með okkur verkum og tökum svo spurningar í lokin sem hægt að koma á framfæri á fjárfestakynning@hagar.is. En við erum eingöngu að streyma fundinum að þessu sinni og sjáum hvernig við höldum svo áfram með það þegar hausta fer. Og til að gera langa sögu stutta, þá fer rekstrarárið hjá okkur bara vel á stað, en það verður viðurkennast að aðstæður eru halda áfram að vera svona harla óvenjulegar og í raun bara óþægilegar. Við erum með vandamál sem tengjast COVID og Úkraínustríði fyrir framleiðslu og aðfangakeðjur og það hefur þær afleiðingar eins og oft hefur verið talað að við sjáum hérna hækkanir á verði aðfanga á öllum sviðum sem eru beinlínis án fordæma og þær hafa haldið áfram á fjórðungnum. Þetta er dagskráin sem við förum yfir og byrjum á helstu kennitölum fjórðungsins. Þær eru meira en allar á grænu hjá okkur. Við sjáum töluverða veltuaukningu með árið í fyrra. Veltan á vörusalan nam ríflega 38 milljörðum sem á pappírum þetta 19% aukning. En raunaukning að teknu tilliti til seldrar og aflaðarastarfsemi er kannski heldur meiri, það byrja 22%. EBITDA nam 2.668 milljónum og hagnaði var 926 milljónir sem hvoru tveggja ágætis aukning með við fyrra ár skulum við segja. Í framleiðinni sjáum við svipa mynstur og verið hefur síðustu fjórðunga. Framleiðin var 19,8% hjá okkur sem samdráttur 1,6% stig en í krónum talið þá hækkar framleiðin 10% og var eitthvað þarna rétt í kringum 7,6 milljarðar. Ástæður fyrir þessum hlutfallslega samdrætti framleiðar liggja eingöngu í ólífshlutasamstæðunar og við ræðum það stuttlega á eftir. Hlutfall rekstrarkostnaðar af tekjum að batna hjá okkur 13,3%. Þar munar nokkur frá því í fyrra, við erum að bæta þetta 1,5% stig. Það er auðvitað hluta til vegna tekjuaukningar hjá okkur en einnig erum við að ána með þann árangur sem við höfum verið að ná í að stemma stigu við kostnaði í rekstri hjá okkur. Eiginfjárhlutfallið er að lækka lítillega, stendur í 40% rétt rúmlega og svona heilt yfir þá bara er þetta ágætismynd sem við erum að horfa á hér. Við erum sérst ána með fjórðunginn, bæði þá veltuaukninguna og auðvitað með bætta afkomu. Það blasir við að tekjur hjá okkur litast töluvert af hækkandi verði aðfanga í dagvöru en kannski sérstaklega í eldsneytisverði. Það breytir því ekki að raunsala hjá okkur er að aukast, seldum stykkjum í verslunum fjölgar, viðskiptavinum sem sækja okkur heim, heimsóknum er að fjölga einnig, það er eitthvað í kringu 10% aukning og við erum að fjölga seldum eldsneytislítrum á milli tímabila einhver 17%. Eins og áður sagði þá hækkar framleiðið í krónum, þó svo að framleiðarhlutfallið hafi dregist aðeins saman. Ástæðan fyrir þessu lægra framleiðarhlutfalli, við höfum rætt á fyrir fundum hérna, er eingöngu í ólífshlutasamstæðunar og stærstu áhrifaþættir þar eru mikil hækkun á heimsmarkaðsverði olíu og það sem við erum að vinna í krónutölu framleið þá lækkar hún hlutfallslega og síðan erum við að sjá verulega aukna sölu til stórnotenda sem að almennt séð eru á lægri framleið heldur en á smásölumarkaði. Framleiðar hlutfall í dagvöruverslun hefur hins vegar lítið breyst á milli fjórðunga og nokkuð stendur í stað. Við höfum á síðustu fundum flaggað einhverju sem við getum kallað óyndisþróun í verði á aðföngum. Það heldur bara áfram. Þetta eru vandamál vegna stríðsins í Úkraínu sem að taka svona einhverju skilningi við að vandamálum sem urðu vegna COVID-19 og þannig að við sjáum á öllum fjórðungnum að verðið á aðföngum er að hækka hjá okkur bæði í dagvöru og í eldsneyti. En á jákvæðari nótunum þá hefur verið mjög gaman að fylgjast með og styðja við grósku og frumkvöðlakraft sem er í matvælaiðnaði hérna á Íslandi. Það er fjöldi af öflugum frumkvöðlum sem leggur hart að sér við að búa til spennandi og áhugaverða vörur fyrir neytendur í dagvöruverslun og í tengslum við það og í tengslum við aðra umferð af styrkveitingum í nýsköpunarsjóði okkar hjá Högum sem við köllum uppsprettuna. Þá vorum við að veita 12 nýja styrki til framleiðslu á vörum sem við vonumst til að koma í hillur verslanir innan tíðar og það bætist þá við
hóp þeirra sem við erum að styrkja í gegnum uppsprettuna og búa til skemmtilegri verslun fyrir okkar viðskiptavini. Nú, fleira áhugavert við sögðum frá því núna á fjórðungnum að við höfum gengið frá kaupum á öllum hlutum í öllum hlutafé í Eldum rétt. Það til meðferðar núna hjá Samkeppniseftirlitinu, en málum hjá Samkeppniseftirlitinu sem varða okkur að fækka, sem ágætt, því við undirrituðum núna fyrr í júní sátt við SE kaup á hlutafé í Klasa sem hafa verið í úrvinnslu þar í nokkra mánuði og við ræðum betur á eftir. Nú ef við köfum aðeins í rekstur starfsþáttanna tveggja og byrjum á verslunum og vöruhúsum og svona til upprifjunar þá þar undir öll starfsemi Haga fyrir utan Ólís. Þannig erum við að tala um Bónus, við erum að tala um Hagkaup, Aðföng og Banana, Mjölnfreyr og Söru og síðan bættist við núna í maí Stórkaup sem hófstörfum núna 1. maí. Nýtt fyrirtæki, ný rekstrareining. Þetta veltan var rétt í kringum 25 milljarða og 2/3 af veltu Haga. Við sjáum þarna tekjuvöxt á pappírunum upp á einhver 5% en ef við tökum tillit til tekna vegna útilífs, Reykjavíkur apóteks, Bónus og Korputorgi sem við lokuðum og Hagkaup og Selfossi sem við lokuðum sem voru sirka milljarður. Þá þetta vöxtur sem kannski nær 10% á milli ára sem við erum bara nokkuð sátt við og ég vísa þar aftur til þess að við erum að sjá fleiri viðskiptavini heimsækja verslanir á milli ára og við erum að sjá seldum stykkjum fjölga sem ánægjuleg þróun í ljósi þess að það alveg ljóst að miklu fleiri Íslendingar að ferðast utan heldur en áður. Nú EBITDA dregst aðeins saman hjá okkur, 2 milljarðar á móti 1,9 milljarðar á móti 2 milljörðum í fyrra, en í því sambandi líka ágætt að hafa í huga að EBITan vegna aflagðrar starfsemi hjá okkur var 170 milljónir. Það má því segja að EBITDA hafi ekki dregist saman heldur aukist einhver 3% á milli tímabila. Nú, við erum stöðugt að vinna við að efla hagkvæmni í okkar rekstri og horfum mikið til samstarfs Aðfanga og Banana sem alltaf að aukast og við erum smám saman að ná þar fram aukna hagræði með því að samnýta ferla, fólk og verkefni og við teljum afar mikilvægt að vinna í þessa átt þar sem að núna verður auki prímíum á hagkvæmni og hagstæðasta verð og við ætlum okkur sannlega standa undir því áfram eins og fyrr. Nú, það kemur kannski aðeins óvart en Sara gengur áfram mjög vel, þó þetta sé ekki stór hluti af okkar starfsemi. Það var gaman að sjá hvað Sara gengur vel þrátt fyrir að Íslendingar að fara utan sem aldrei fyrr og á fyrsta mánuði starfsemi Stórkaups þá gekk bara prýðilega vel og kannski heldur betur en við áttum von á. Ef við horfum aðeins á Bónus þá erum við mjög ánægð með ganginn þar á bæ. Verslanirnar eru í sóknargír með lengri opnunartíma, við erum með nýjar búðir eða nýja búð og við erum með þennan örlítið breytta veruleika þar sem að hagstæðasta verðið skiptir fleiri máli heldur en áður. Fjórðungurinn var bara mjög sterkur, 17,3 milljarða velta, það aukning 9% milli ára og ef við tökum tillit til veltunar í Bónusi á Korputorgi sem við lokuðum í ágúst í fyrra, þá kannski erum við að horfa á veltuaukningu upp á 11–12%, like to like. Nú vissulega hluti af tekjuaukningunni hjá okkur vegna verðhækkana, kannski einhver 4–6%, en á móti þá eru mun fleiri landsmenn á ferðalögum utanlandsstæðina sem heggur eðlilega í dagvörukaup til heimila, en þrátt fyrir það, eins og ég sagði áðan, þá erum við að sjá ágætisaukningu í fjölda seldra stykkja og heimsóknum að fjölga í búðirnar hjá okkur. Nú við opnuðum undir lok maí nýja og mjög vel heppnaða verslun að minnsta kosti okkar mati, Bónus á Norðurtorgi og Akureyri. Þessi verslun verður ákveðið benchmark fyrir aðrar nýjar búðir sem við komum til með að opna á næstu misserum og slær líka ákveðin tón fyrir þær breytingar sem við munum gera á eldri búðum þar sem því verður við komið. Nú fyrstu vikurnar fyrir norðan fara bara mjög vel á stað, hlökkum mjög mikið til sumarsins. Því að í fyrra það var að viðurkennast að það var á mörkum að við næðum að sinna bæði akureyringum og ferðalöngum yfir summánuðin, afkastageta verslananna okkar þar var einfaldlega heldur og lítil sem að mun réttast af núna í sumar. Nú við höfum sagt frá því að næsta bónusverslun, hún verður opnuð í Norðlingaholti mitt næsta ár og svo erum við aðrar á teikniborðinu sem við segjum frá síðar.
Bónus var svo með lægsta verðið í verðkönnun ASÍ og eins og ég nefndi hér á undan þá má rekja að minnsta kosti teljum við að megi rekja hluta söluaukningu hjá okkur til þess að fleiri landsmenn eru núna að sækja í hagstæðustu innkaupin og það kannski töluverður munur á bara frá því fyrir nokkrum mánuðum síðan. En áfram í matvörunni, Hagkaup átti ágætan fjórðung, tekjur voru 5,5 milljarður sem svipað og í fyrra, en afkoma kannski aðeins undir því sem var í fyrra og aðeins undir væntingum. Viðskiptavinum að fjölga lítillega, mögulega innan skekkjumarka, en selstykki standa svo til í stað og það má segja að við séum þarna örlítið að finna fyrir því að fleiri að leggja land undir fót heldur en var bara fyrir hálfu ári síðan. Nú á næstu mánuðum þá munum við taka meira afgerandi skref sem tengjast vörumerkinu okkar, Hagkaupum og þjónustuframboði í verslunum hjá okkur og dæmi það eru nýju vöruflokkar til dæmis í netverslun, leikvöngin kom inn núna í haust og síðan fáum við leiðsauka í eins og sælkerabúðina sem opnar í Kringlu og í Garðabæ til þess að þjóna sælkerum í hópi okkar viðskiptavina og gera það betur en við gerðum áður og við erum einnig að opna svona nýja veitingahúsakosti inn í verslunum hjá okkur, við erum að opna Lemon í Hagkaupsbúðinni í Garðabæ meðal annars. Búðirnar hjá okkur í Hagkaup munu því taka töluverðum breytingum með það sem verið hefur. Auðvitað gerist ekkert slíkt eins og hendi væri veifað en við erum mjög staðföst í því að leggja áherslu á upplifun viðskiptavina, bætt og aukið úrval hjá okkur og aukið þægindi á öllum sviðum. Spennandi tíma framundan hjá Hagkaup. Ef við skoðum svo hinn starfsþáttinn í okkar rekstri sem Olís, þá má segja að þessi fjórðungur hafi verið ansi áhugaverður, einkum sökum þess að við erum að sjá gríðarlega sveiflur í olíuverði og mjög miklar hækkanir sem koma í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu og voru kannski aðeins byrjaðar fyrr og lita reksturinn og afkomu fjórðungsins hjá okkur. Tekjur aukast áfram mjög mikið, voru í 13,9 milljörðum sem tæplega 60% aukning og þessi aukning í grunninn af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi það augljósa að heimsmarkaðsverð á olíu hefur hækkað mjög mikið og það ágætt að hafa í huga að þessi fyrsti fjórðungur hjá okkur, hann byrjaði nánast daginn eftir að Rússar réðust inn í Úkraínu en í kjölfari höfum við séð þessa snörpu hækkun á olíu og í raun og veru öllum öðrum orkugjöfum sem kemur þétt inn í fjórðunginn hjá okkur. Í öðru lagi þá eru umsvif í efnahagslífinu og samfélaginu almennt að aukast og þetta náttúrulega miklu jákvæðari ástæða. Það þýðir einfaldlega að selt magn að aukast hjá okkur, seldum lítrum fjölgar 17%, það töluvert meira hjá stórnotendum, nær 20% en minna í smásölunni rétt ríflega 10%. Án þess að ég fari mjög djúpt í þennan hluta þá má segja að framleið í smásölu hafi haldist nokkuð svipuð og verið hefur undanfarin misseri í gegnum þennan fjórðung. En þegar kemur að fyrirtækisviði og sölu til stórnotenda þá var framleiðið hins vegar yfir áætlunum okkar og þetta orsakast af því, þetta svona tímabundin áhrif í einhverjum skilningi, orsakast af því að samningar við stórnotendur eru oft á grundvelli meðalvegs líðandi mánaðar sem leiðir til þess að framleið per lítra hærri þegar heimsmarkaðsverð olíu í hækkunarfasa en augljóslega snýst það svo við, hún lægri framleiðin þegar olíuverð fer lækkandi. Þannig að stór hluti af skýring á bættri afkomu liggur hér, það er að segja aukin umsvif stórnotenda og að olía var í hækkunarfasa hækkunarfasa nánast allan fjórðunginn hjá okkur þessa 3 mánuði. Það eru svo aðrir þættir sem styðja ágætlega við þessa góðu afkomu, bættu afkomu. Þar má nefna hagræðingaraðgerðir sem við höfum unnið í allt frá byrjun árs 2021. Það halda áfram að skila sér og skila sér bara vel og síðan að falla til jákvæðir einskiptisliðir á fjórðungnum. Við erum að selja lóðir sem skila bókfærðum hagnað á tímabilinu sem slagar í 100 milljónir. Við höldum svo áfram að gera breytingar á starfsemi Olís, vörumerkjavinna og umbreyting á þjónustustöðum í fullum gangi og gengur vel. Við höfum fært til vöruflokka, við erum að endurskipuleggja, eða sem hluta endurskipulagningu fyrirtækisviðs. Við höfum fært til vöruflokka sem tengjast rekstravörum og heilbrigðisvörum frá Olís og yfir í Stórkaup og gengur svo yfirfærsla prýðilega. Og svo erum við stöðugt að útvíkka þjónustu okkar á þjónustustöðvunum. Núna með áhugaverðum veitingakostum og aftur kemur þá Lemon þemað inn. Við erum að opna 2 nýjar Lemon veitingastaði
annan í Grafavogi og hinn í Borgarnesi, þar verður það Lemon, við kallum það Lemon Mini og það virkilega gaman að sjá hvað þessi svona nýja flóra veitingakostum á stöðunum okkar að vekja mikla ánægju hjá viðskiptavinum og aðsókn. En yfir það heila þá gengur Ólís vel og þó svo að horfur séu svona, það erfitt að segja til þær einfaldlega vegna þess að þær byggja svo mikið á sveiflum í eldsneytisverði. Nú eins og ég nefndi áðan þá undirrituðum við núna í júní sátt við Samkeppniseftirlitið vegna kaupa á hlutafé í Klasa, 1/3 í Klasa sem við munum eiga á móti Regin og fyrrum eigendum Klasa og starfsmönnum. Þetta mjög mikilvægt og skemmtilegt skref á okkar mati. Það mun leysa úr læðingi mikil verðmæti fyrir hluthafa og haga sem byggja þá á fasteignum og lóðum hjá okkur sem hafa legið kannski, ég ætla ekki að segja dormant en við gætum nýtt betur og það gerist þá núna. Skilyrðin sem við undirgöngumst í sáttinni eru að það verði komið á tilkynningarskyldu haga til Samkeppniseftirlitsins vegna samninga kaup eða leigu á eignum undir dagvöruverslun sem þá þróuð eða byggð undir stjórn Klasa eða Regins og þessar tilkynningar eiga að berast innan 5 virkra daga frá því að bindandi samningur kemst á milli aðila. Þessi skilyrði eru í raun ágætlega ásættanleg og breyta engu eðli eða markmiðum sem við höfum sett okkur með eignarhaldið á Klasa, með Regin og fyrrum eigendum. Nú samruninn hann mun klárast á næstu vikum, við gerum ráð fyrir að fjárhagslega áhrif viðskiptanna komi inn fyrir lok þessa fjórðungs sem núna rétt að byrja og eins og fram hefur komið þá gerum við ráð fyrir að árs EBITDA aukist 940 milljónir og hagnaður 750 milljónir eftir skatta af þessum viðskiptum. Þetta voru svona helstu fréttir af starfsemi. Ég ætla að fá Guðrúnu til að segja okkur svo frá fjárhagsuppgjörinu og svo kem ég aftur og við ljúkum þessu hér. Góðan daginn. Ég ætla að byrja á að fara stuttlega yfir rekstrarreikninginn. Finnur náttúrulega búin að fara yfir helstu atriði og eins og kom fram að þá var ársfjórðungurinn heilt yfir bara góður með bæði veltuaukningu og afkomu bata. Vörusala nam 38,2 milljörðum og jókst 6,2 milljarða milli ára eða 19,3%. Framlegð í krónutali jókst einnig en framlegð hlutfalli lækkaði. Framlegð var 7,6 milljarðar og jókst 10,4% milli ára sem á einhver rekja til aukinna magnssölu eldsneytis hjá Ólís til stórnotenda eins og fram hefur komið. Framlegð hlutfalli lækkaði úr 21,4% í 19,8% og þarna gætir þessara sömu skýringa líkt og Finnur fór yfir rétt áðan. Launakostnaður hækkaði 193 milljónir eða 5,9% milli ára og annar ekstrakostnaður hækkaði einnig 150 milljónir sem jafngildi 10% hækkun en helstu skýringar hærri ekstrakostnaðar eru uppfærsla vörumerkja hjá dótturfélögum. Það hærra eldsneytisverð sem endurspeglast meðal annars í hærri dreifingakostnaði og vísitölutengdu kostnaði líkt og húsaleiga. EBITDA tímabilsins nam tæpum 2,7 milljörðum sem 17,1% aukning frá fyrra ári og liggur afkomubati nær allur hjá Ólís. Fjármagnskostnaður hækkar rúmar 150 milljónir eða 39,5%. Verðtryggður skuldabréfaflokkur nær helmingur vaxtaberandi langtíma skuldafélagsins sem skýrir svona stærstum hluta hækkandi fjármagnskostnað en auk þess stór hluti óverðtryggð lán á breytilegum vöxtum sem hafa hækkað á tímabilinu. Hagnaður fjórðungsins 926 milljónir sem jafngildi 27,4% hækkun milli ára. Og hérna sjáum við helstu lykilmælikvarða rekstrar og samanburð við síðustu 5 ár. Mig langar helst að nefna þróun kostnaðarhlutfalla sem hafa farið ört lækkandi síðastliðin ár og sérstaklega á þessum fjórðungi. Launahlutfallið núna 9% í samanburði við 10,1% í fyrra og hlutfall annars rekstrarkostnaðar 4,3% í samanburði við 4,7% í fyrra. Heildar rekstrarkostnaðarhlutfallið, þar að segja laun og annar rekstrarkostnaður, þá núna 13,3% til samanburði við 14,8% í fyrra sem lækkun upp á 1,5% stig. EBITDA hlutfall ársfjórðungsins 7% í samanburði við 7,1% í fyrra og hagnaðarhlutfalli 2,4% í samanburði við 2,3% í fyrra. Ef við skoðum þá sjóðstreymis yfirlit fjórðungsins þá sjáum við handbært fé frá rekstri í lok fjórðungs nam tæpum 2 milljörðum og lækkaði í samanburði við fyrra árum 537 milljónir.
Þessa lækkun má einkum rekja til hækkandi birgðastöðu eldsneytis þar sem að verð per lítir hefur hækkað gífurlega undanfarin misseri en þetta má glögglega sjá í breytingu á rekstrartengdum eignum á tímabilinu. Fjárfestingarhreyfingar námu 504 milljónum en þar voru við meðal annars með fjárfestingu í áhöldum og innréttingu fyrir 478 milljónir á fjórðungnum sem aðalega vegna opnunar bónus á Norðurtorgi og svo endurnýjun þjónustustöðva hjá Olís. Fjármögnunarhreyfingar voru 1 milljarður rúmur í lok fjórðungs til samanburðar við 1,1 í fyrra og handbært fé hækkaði 430 milljónir á fjórðungnum og stóð í 1,2 milljörðum í maílok. Við förum þá yfir efnahagsreikninginn. Heildareignir í lok fjórðungs námu 67,6 milljörðum, fastafjármunir námu 45,5 og veltufjármunir 22 milljörðum. Fastafjármunir stóðu nánast í stað, hækkuðu 1%, en veltufjármunir hækkuðu hins vegar 1,9 milljarða eða 10% og hækkunina má nánast alfarið rekja til hækkandi birgðastöðu. Birgðirnar í lok fjórðungs voru 12,2 milljarðar og veltur hafði birgða 10,6 í samanburði við 11,2 í fyrra. En birgðir hafa hækkað 1,5 milljarð frá árslokum, en ef við berum okkur saman við sama tíma í fyrra þá hafa birgðir hækkað 3,2 milljarða. Hækkunina má alfarið rekja til hærri eldsneytisbirgða sem náttúrulega orsakast af gífurlegri hækkun á eldsneytisverði milli ára en auðvitað líki meira af magni vegna meiri umsvifa hjá Olís. Eigið fé í lok tímabils 27,2 milljarðar og í lok fjórðungs átti félagið 21,6 milljón eigin hluti. Þessi hlutir voru samkvæmt ákvörðun aðalfundar færðir niður og hlutafé félagsins lækkað núna í júní og í dag á félagið því enga eigin hluti. Heildarskuldir í lok fjórðungs námu 40,4 milljörðum en þar voru vaxtaberandi skuldir 12,2 milljarðar og viðskiptaskuldir 15,4 milljarðar. Viðskiptaskuldir hækka nokkuð milli ára sem má rekja til aukinna veltu og aukins birgðaverðmætis. Að lokum þá eru það þessir lykilmælikvarðar rekstrar sem við fylgjumst náið með og þróun þeirra síðustu ár. Arðsemi eiginfjár var 16,2% síðastliðna 12 mánuði sem nokkuð yfir samanburðartímabilum. Eiginfjárhlutfallið 40,2% í lok fjórðungs en var 41,2% í lok sama fjórðungs á síðasta ári. Netto vaxtaberandi skuldir í lok fjórðungs að meðtöldum leiguskuldum voru 20,3 milljarðar eða 1,9 sinnum 12 mánaða EBITDA og ef við skoðum þetta sama hlutfall án leiguskulda þá var það 1 sinnum 12 mánaða EBITDA. Veltufjárhlutfall í lok maí var 1,18 og velturhæði rekstri, það að segja tíminn sem það tekur okkar að breyta byrðum og viðskiptakröfum að frádregnum viðskiptaskuldum í handbært fé var 14,2 dagar í samanburði við 9,6 daga í fyrra. Þá segi ég þetta gott og ekki finni aftur orðið. Takk fyrir Guðrún. Við sláum svo botnin í þetta með 2-3 glærum í viðbót. Við höfum bara af gamlum vana yfirliti við gengi og stærstu hluthafa. Gengi hefur aðeins hnikast niður eins og almennt á markanum virðist vera. Ánægilegt að hluthöfum hefur fjölgað, þeir eru komin yfir 1000 hjá okkur og hér er svo listi yfir 10 stærstu hluthafa og hann er óbreyttur á milli frá því síðast. Aðeins til að bæta við lykilmælikvarða sem að Guðrún nefnir þá er þetta kannski sá sem við gefum hvað mestan gaum, hagnaður og hlut eftir fjórðungum. Lítilsháttar breytingar þó jákvæð frá síðasta uppgjöri, við erum að þokast upp á við. Hagnaður per hlut, uppsafnaður hagnaður per hlut stendur núna í 3,67 krónum á hvern hlut og við erum bara mjög ánægð með þessa þróun. Hún er samkvæmt okkar áætlunum, okkar markmiðum og við ætlum að halda áfram í þessa átt. Nú að lokum þá er sjálfsagt að segja nokkur orðum stöðu og horfur en það er líka ágætt að nefna það að þar hafa kannski ekki mikið breyst frá því síðasta fundi sem var fyrir réttum 2 mánuðum síðan. Almennt séð þá erum við bara þokkalega bjartsýn á rekstur haga á næstu misserum. Í einhverjum skilningi þá hafa áhrif COVID á rekstur eðlilega dvínað og fjarað út en í staðinn erum við að fá þessi áhrif stríðsins í Úkraínu. Vandamál sem lúta aðfangakeðjunni, hnökrum á framleiðslu, það er tregða í flutningum, það er skortur og orku og allt leggst þetta á eitt að keyra upp aðfangaverð. Þessar hækkanir, bæði á eldsneyti og í dagvöru, eru einfaldlega alheims vandamál sem að við í verslun á Íslandi höfum kannski ekki nema litlu leyti áhrif á, en eins og fram hefur komið og sést náttúrulega í þessum reikningum hjá okkur, þá er framleiðið okkar rekstri í kringu 20% eða tæplega á þessum fjórðungi sem þýðir að við berum ábyrgð á sirka 1/5 af endanlegu verði til neytenda
þó svo stundum líður manni þannig að ef maður fylgist með umfjöllun að verslunin beri ábyrgð á þessu öllu saman, en það er ágætt að halda því til haga að það þarf að framleiða vöru og til þess þarf ákveðin aðföng, framleiðslukostnaður eru hækka, síðan þarf að koma inn á sölustað og það eru dreifing og það er heildsala og svo framvegis. Þannig að allt hangir þetta saman. En það breytir því ekki að verkefnið okkar í verslun er að leita allra leiða sem við getum til að tryggja viðskiptavinum sem hagkvæmustu verð og þar liggja okkar styrkleikar í hugum einmitt. Við erum með styrkleika í hagkvæmum innkaupum, við erum með mjög hagkvæma dreifingu og verslanir okkar, verslanum sérstaklega í dagvöru eru að reka með mjög hagkvæmum hætti. En því til viðbótar þá hefur okkur á síðustu misserum gengið vel að innleiða nýjar áherslur í rekstrinum hjá okkur, hagræða það sem við á. Við erum að fækka óarðbærum einingum, við erum að bæta við þjónustuþáttum sem hugnast okkar viðskiptavinum og svo mætti lengi telja. Þannig að staða Haga til að fylgja þessum verkefnum eftir er mjög sterk og í því kannski liggja helstu ástæðu fyrir við erum bjartsýn á rekstur Haga á næstu mánuðum og misserum, en leið verðum við að segja að það verður eiginlega að koma fram að aðstæður í rekstri eru verulega ögrandi og óvenjulegar og kannski ekki alveg eins og við vildum hafa þær. Nú en þessu tengt þá höfum við uppfært afkomuspá hjá okkur og gerum ráð fyrir að EBIT ársins verði á bilinu 10,2 til 10,7 milljarðar og ég vil taka það fram að það er án áhrifa vegna viðskipta með klasa sem ég nefndi áðan, en við gerum ráð fyrir að það hækki árs EBIT-una 950 milljónir. Þetta var svona í grunninn það sem við vildum fara yfir við Guðrún. Við erum áfram til að taka við spurningum ef einhverjar berast í gegnum tölvupóst hjá okkur, þannig að við hingrum og sjáum hvort að af því verður. Það eru einhverjar spurningar. Hér er spurt hvernig Hagar meta framhaldið, hvað varðar hækkanir á aðföngum, hvað er Hagar að gera til að berjast gegn slíkum hækkunum. Það er mjög erfitt að segja hvað er framundan og kannski fæst orð bera minnsta ábyrgð þar. Ekki kannski reynst mjög sannspá það og eigum við bara að vera að horfa á að gera sem best úr því sem við höfum hverju sinni. Við erum náttúrulega að leita allra leiða til að hagræða í okkar rekstri og það er kannski okkar mikilvægasta loforð til okkar viðskiptavina. Að auki, í því felst náttúrulega að við erum að hagræða almennt sér í rekstrinum, en við erum líka að skoða vöruvali hjá okkur. Það eru kannski einhverja vörur sem að mögulega prísa sig út úr hillum verslana hjá okkur, þannig að við leggjum okkar að mörkum með því að tryggja að viðskiptavinir hafa aðgang að hagkvæmustu vörukörfunni hjá okkur á hverjum tíma. Hérna er spurt vaxtahækkanir og sem eru náttúrulega í fréttum núna mánaðarlega og hvaða áhrif það hefur á rekstur Haga. Vilt þú kannski taka það, Guðrún, stuttlega? Já, kannski eins og ég nefndi áðan varðandi fjármagnskostnaðinn okkar, þá hefur hann náttúrulega farið aðeins hækkandi. Hluti vaxtaberandi skulda er á breytilegum vöxtum, þannig að það hefur auðvitað áhrif þar beint í gegnum reksturinn okkar. Svo hefur þetta auðvitað bara víðtækari áhrif í samfélaginu, meðal annars á allar ráðstöfunartekjur heimilanna og auðvitað þau fyrirtæki líka sem við erum að eiga viðskipti við á hverjum degi. Þannig að þetta er auðvitað ekki, þetta mun hafa neikvæð áhrif, en auðvitað á móti erum við með hagkvæmasta kostinn fyrir heimilin í landinu. Hér koma fleiri spurningar. Leyfðu mér að lesa hana áður en ég ber hana upp hérna. Það er spurt hvort að okkar birgjar séu ennþá að hækka verð og undirbúa okkur hækkandi verð á næstunni. Það sem við getum sagt þetta er að á undanförnum vikum og mánuðum þá hafa hækkanir verið bara stöðugt minnstur og við sjáum ekki mun á því. Greinum enga breyting á því að minnsta kosti eins og stöndum hérna í dag. Síðan er spurt varðandi uppfærað afkomuspá, hvernig rímar það við mögulega kjarasamninga í haust og það sem hefur verið að leka frá verkalýðsfélögunum.
við erum með afkomuspána hérna, við erum með byggt inn í afkomuspána okkar væntingar launahækkanir og annað slíkt, en það verður að viðurkennast að hérna, það er ákveðin óvissa hvernig kjarasamningum verður háttað og ég vil helst ekki vera að kommenta á einhverja leka frá hérna, verkalýðsfélögum eins og er sagt þarna. Hér er spurt einhver áform með áfengisverslun, ætlið að vera með, eru þið tilbúin, og svarið við því er já að sjálfsögðu. Hérna, við höfum hins vegar sagt það að það er ákaflega mikilvægt að það sé komið á meiri skýrleika í kringum regluverk með verslun með áfengi og við teljum að það sé óvarlegt annað en að bíða þangað til það svona sá skýrleiki er kominn og hann liggur ekki fyrir. Við höfum verið að undirbúa okkur í nokkur ár. Við erum með umfangsmikinn innflutning á áfengi og sölu í gegnum áfengisverslanir eða ÁTVR og þar erum við að afla okkar reynslu til þess að taka þátt í áfengisverslun þegar hún verður leyfð í verslunum og við leggjum áherslu að það verður þegar hún verður leyfð. Nú erum við komin yfir tíma, sýnist við séum búin að tæma spurningarnar sem hafa borist okkur. Þannig við þökkum fyrir okkur í dag og bjóðum ykkur að njóta bara síðasta dags júní og restar af sumri.